Allt sem þú þarft fyrir árshátíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Gestur minn í dag Óli Stefán Flóventsson, nýr aðalþjálfari KA, meistaraflokks í knattspyrnu. Við ætlum að taka alla þáttinn undir, fara yfir árin sem leitu til þess að Óli Stefán kominn hingað norður. Velkomin, Óli. Takk. Hvernig kanntu við þig hérna fyrir norðan í norðlenska loftinu? Bara ótrúlega vel. Ég einmitt verið að ræða það núna síðustu daga. Ég nú búinn að vera eitthvað 12 daga hérna á Akureyri og ennþá hef ég ekki fundið vind. Búið að lokna allan tíman, þannig að það ansi sérstakt fyrir mig, Suðurnesjamanninn. En bara Akureyri tekur mjög vel á móti mér. Við erum ekkert að ljúga þessu þegar við segjum að sé alltaf best að vera í hérna, sko. Já, það allavega lítið þannig út, svo far. Ef við förum aðeins yfir það og byrjum á byrjuninni, þú sem leikmaður, þú spilar með Grindavík, Fjölni og fer síðan í Sindra. Ef við byrjum á þessum tíma með Grindavík. Já, ég bara alinn upp þar, kem í gegnum starfið og kem upp á góðum tíma. Grindavík var að fara upp 94. Fyrsta skipti í efstu deild, þá ég 19 ára og partur af því og held mig í rauninni þar inni lengi og verð bara að vexa upp í það að verða svona lykilmaður á flesta leiki fyrir Grindavík í efstu deild. Þannig að ég kom upp á góðum tíma og tók þátt í mikilli uppsveiflu hjá þeim. Síðan færðu set, ferði í Fjölni? Já, því ég var búinn að vera langa tíma í Grindavík, langaði svona að fór að líða svona aðeins seinni hlutann af ferlinum, þá langaði mig að breyta til og var fluttur í bæinn sjálfur, þannig að ég ákvað að spila, tók 1 ár með Fjölni og átti mjög gott fótboltaár þar. Í rauninni Fjölni lendir í 7. sæti að mig minnir í efstu deild í fyrsta skipti þá í sögu félagsins, spilaði þar og við fórum í bikarúrslit. Töpum fyrir KR þar og já, ég tók þetta 1 ár vegna þess að mér bauðst að fara til Noregs og spila þar. Mér langaði að prófa það líka, þannig að ég tók 1 ár í annarri deildinni í Noregi áður en ég fór svo í Sindra. Og stökk í þaðan, við erum að tala Pepsi-deildina, við erum að tala að fara út og svo förum við í neðstu deild með Sindra. Já, þá var ég aftur farin að huga að því að verða, ég ætlaði í rauninni alltaf að verða þjálfari. Ég ákvað það bara 22-23 ára og fór í sjálfu sér að undirbúa það svolítið bara snemma, skrifa niður æfingar og pælingar og ætlaði alltaf enda leikmannaferilinn sem spilandi þjálfari. Það var lengi búið að liggja í loftinu og ég ætlaði að fara þá leið, nýta kannski svona nafnið og leikmanna búin að spila lengi efstu deild til að koma staðið þjálfun. Nú, kona mín sem hortferðingur, þær tengingar í rauninni urðu til þess að ég ráðinn spilandi þjálfari hjá Sindra sem var þá í neðstu deild á Íslandi og þeir höfðu í rauninni ekki farið í úrslitakeppni einu sinni í neðstu deild á Íslandi, þannig að ég bókstaflega fer niður á botninn og byrja þar. Það hefur verið dálítið athyglisvert verkefni, maður velti fyrir sér að vera þjálfari og spilandi þjálfari. Það þarf svolítið að finna taktinn í því, á ég að byrja með sjálfa mig og ég skipta mér út á hvernig. Já, það mjög sérstakt og það var alveg fyrsta árið. Ég segi oft sko þegar maður byrja að þjálfa í fyrsta skipti, fyrsta árið í rauninni mesta lexían og þá fyrsta árið sem spilandi þjálfari þá ennþá meiri lexía vegna þess að maður labbaði á þvílíka veggi og gerði þvílík mistök þarna fyrsta árið en í rauninni fékk ég alveg frið til að gera mistökin af því að ég var einmitt í neðstu deild. Ég var ekki í stóra glugganum eða stóra sviðinu. Og þetta ár var líklega svona slakasta leikmanna árið mitt, eða bara sem leikmaður, vegna þess að það bitnaði svo mikið á mér að vera að reyna að samræma þetta tvennt. En mikil skóli og ég læriði mest þarna þetta árið. Og þú ert svona þjálfari sem svolítið fyrir að setja 5 ára plön og það það sem þú gerir með Sindra? Já, í rauninni það sem gerist líka að það svolítið kúvending á mínu lífi í rauninni því að þarna hætti ég að drekka líka. Og þá fer ég svona aðeins að spá meira svona í framtíðarmarkmið þegar þú ert að hætta að drekka þá ertu að taka 1 dag fyrir í einu en þú ætlar að stefna að því að vera þannig bara alltaf og ég fór svona að horfa fram í lengri tíma og þannig tók ég í rauninni því ég að byrja að þjálfa á sama tíma 2 mánuði seinna ég ráðinn hjá Sindra þannig að þá fór ég bara að horfa í langtíma plön og vinna eftir akkurat 5 ára plani og við settum niður 5 ára plan þá innan félagsins sem að höfðu með bæði árangur og umgjörð að gera og það við náðum því
við náðum því á 4 árum, öllum þeim markmiðum hjá Sindra sem var og kendi manni það að það svo gott að hafa eitthvað svona stefnu, eitthvað leið til að vinna eftir. Hvað kendi þetta þér? Heldurðu að þú væri komin á þennan stað sem þú ert í dag ef þú hefðir ekki hægt að drekka á þessum tímapunkti? Já, það ekkert vafamál. Ég hefði ekki, væri líklegast bara ekkert hér ef ég hefði ekki hægt það. Ég var komin á mjög slæma stað. Þroski svona og þú lærir rosalega mikið í svona mótlæti og þau ert að fara að byggja þau upp aftur og á sama tíma eins og ég sagði þá ertu að fara að kenna öðrum að gera það og þú ert að vinna í sjálfu þér og að byrja að vinna með öðrum og vera einhvers konar fyrirmynd. Þannig að þetta var rosalega lærdómslíkt ár og hefur rauninni mótað mig bæði sem persónu og eins sem þjálfari að hafa farið gegnum þennan storma á þessum tíma. Og þetta 5 ára plan eins og segir, þið komist vissulega ekki í úrslitakeppnina fyrst, síðan kemur skellur en þið komið svo upp deild og náðu að festa ykkur þar í sessi. Við í rauninni förum í þá vinnu, félagið vildi verða annardeildarlið, stabilt annardeildarlið á þeim tíma. Og þá fórum við bara í þá vinnu að búa til bara umgjörð og allt í kringum liðið eins og góð annardeildarlið eða jafnvel inkassoliðin gera og fórum bara að vinna eftir þeirri stefnu. Og það var fljótt að gera, við eins og segir komumst ekki í úrslitakeppni fyrsta árið, förum í úrslitakeppni, töpum dramatískt þar, mjög erfið þessi úrslitakeppni og svo í rauninni rúllum við yfir deildina og förum upp bara með glans og förum líka upp í deildina þannig að ef ég man rétt þá síðasta árið mitt þá erum við enda í 4. sæti, 5. sæti kannski í annarri deild en vorum alveg í topp, við vorum efstir í eftir fyrri umferð og vorum lengi vel bara líklegir að fara upp í fyrstu deild. Við höfum líklega ekki breiddina í það en þannig að það alveg hægt að segja að 5 ára planið hafi staðist mjög á þessum tíma. Þessi dramatíski leikur sem þú nefnir, þið vinnið 3-1 og tapið svo seinni leiknum 3-0 og hefur einhvern tíma nefnt að þetta væri þinn erfiðasti leikur sem þjálfari. Já, það var það. Við vorum búin að vera mjög góðir allt sumar. Ég held við höfum ekki tapað allt sumarið fram að þessum leik. Vorum í svokölluðum austur-norður-riðli. Þannig að við vorum í rauninni komnir í úrslitakeppni bara í júlí og þannig að við erum að bíða svolítið tíma eftir. Mætum þar KB sem varalið Leiknis. En þeir voru sterkir líka, höfðu ekki tapað heima allt sumarið. Við vinnum eins og segir fyrir leikinn á heimavelli þeirra 3-1 og við höfðum ekki tapað mjög langan tíma fyrir austan þannig að við vorum kókraustir en við töpum þeim leik 3-0. Og ég sem leikmaður þá, fyrsta marki bara eftir 5 mínútur þá ég með boltan og ég renn til og sendirinn tekur boltan af mér og klárar bara og það ég svoleiðis horfði bara á liðið hrynja, bara sjálfstöðstuð og allt og ég sá það bara strax að þetta gæti orðið vesen sem á og varð og mjög erfið dagar eftir. Þetta var ofboðslega erfitt að kyngja þessu en ég hefði hins vegar aldrei viljað sleppa árinu eftir. Þetta var, við bættum í og vorum ofboðslega sterkir árið eftir og þannig að þegar við vorum komnir upp þar og lyftum titlinum þá hugsaði ég að þetta bara hugsanlega var þess virði að fara í gegnum þetta. Já, og kannski var til þess að liðið hélt sér uppi, þetta kendi mönnum það margt. Já, við vorum nokkuð afgerandi bara, héldum okkur vel uppi í annar deildinni árið eftir og fórum síðan ógnuðum inkassosætinu og ég hugsaði ef að ég hefði haldið áfram þá hefði ég aldrei hætt fyrir en við varum orðnir stöðugt inkassolið sem að var svo sem voru draugin að næsta 5 ára plani ef ég hefði haldið áfram þar en það var ekki úr, ég ákvað að breyta þarna á þessum tíma. Nú erum komin að tímanum með Grindavík. Tíminn búinn á fyrsta hluta, þannig að við kíkjum yfir í auglýsingar og förum svo í Grindavíkutímann eftir þær. Sönvill Jakkaföt, herradeild Jóðum Akureyri. Þátturinn í boði Jóðum. Allt sem þú þarft fyrir ásatíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Já, velkomin aftur. Óli Stefán hérna ennþá með mér í settinu. Við erum komin að tímanum með Grindavík, fórum yfir 20 ár hérna í fyrsta hluta? Já, þetta var nokkuð rosalega gert hjá okkur, 20 ár eða svo, á 8 mínútum. Þú ferð úr því í Sindra, þar ertu leikmaður, út spilandi þjálfari, yfir það að vera aðstoðarþjálfari. Hvernig var það? Já, það fannst mér nokkuð rökrétt framhald. Ég eins og segja ákvað að breyta þetta til eftir 5 ár með þess ég að taka skrefin áfram í þessu. Og var svo sem að horfa eftir því kannski að reyna að taka við einhverju liði í deildum fyrir ofan en það býðst fljótlega
að gerast aðstoðarþjálfari hjá nýráðnu þjálfari Grindavík þá, Tommy Nielsen, og fara í verkefni svona, ég var þriðaflokks þjálfari líka og önnur verkefni innan félagsins og það heillaði svolítið og ég fór í það og mér fannst það líka góðu skóli að taka næsta skref með þessum hætti. Grindavík líka fínt lið, þetta liðið sem að þú byrjar að spila með, þannig að þetta svona rökrétt. Já, á þessum tíma hafði Grindavík held ég verið 4 ár í þessari fyrstu deild, eða inkassodeild og þeir náttúrulega það árið þar, 20 ár þar undan höfðu nánast eingöngu verið í efstu deild, þannig að menn voru fannir að svona vilja fara ofar og metnaðurinn alltaf til staðar þar. Þannig að við fórum á stað í eins konar 5 ára plan sem ég settist niður með stjórninni og setti drög að og innan þessu plani vorum við að gefa okkur cirka 2 til 3 ár að fara upp og við byrjuðum það þarna þegar ég var aðstoðarþjálfari hjá Tommy Nielsen. Og síðan líður ekkert á löngu þar til að þú tekur við liðinu og það er þá sem að liðið fer upp um deild. Já, í rauninni gekk allt í lagi hjá okkur Tommy en við endum í 7. sæti, sama sæti í rauninni og ári áður og þeir vildu breyta til og það er úr að ég er ráðinn þjálfari og ég svo sem ágætt af því leytinu til að ég gat þá haldið áfram að vinna með þetta plan og fæ með mér minn gamla lærimeistara Milan Stefan Jankovic sem að ég þekki ofboðslega vel og okkur gekk vel og bara strax á fyrsta ári náum við svolítið svona afgerandi ári, við erum mjög flottir, förum einmitt upp með KA það ár, 2 langbestu liðin í deildinni en okkur er spáð 5. eða 7. sæti, þannig að kom töluvert á óvart en við náðum að móta gott lið og góðan mannskap og byggum til góða grunn sem að kom svo sterkur upp í Pepsi-deildina. Og ykkur gekk vel í Pepsi-deildinni. Hvað er það sem að þú leggur upp með Grindavík þegar þú tekur við sem aðalþjálfari? Já, í rauninni sko fórum við svolítið í það að smíða, við gerðum okkur alveg grein fyrir, við vorum kannski ekki að ná að sækja mestu gæðin eða bestu, við náttúrulega einfaldlega höfum bara ekki peningalegt ráðrúm í það en við náðum að sækja fína leikmenn og við fórum svolítið í það að reyna að móta sterka liðsheild, reyna að fara og búa til leiðir sem að kannski bestu liðin, þau eru með einstaklingsgæði og fara svolítið langt af því og okkur langaði að gera þessa svona liðsvinnu ýktari en öll önnur lið. Við gerðum miklu meira úr svona liðsheildarvinnu og við fórum svo rosalega langt á því. Jafn og góður hópur og fórum stemning, sérstaklega kannski fyrsta árið svona að koma upp eftir dálítið tíma og fórum ábærslega langt á því og þetta var rosalega svona samheldinn hópur og það þurfti rosalega mikið til að brjóta hann. Og ég tel að það hefði verið svona grunnurinn að kannski því að við náðum að festa okkur í sessi í Pepsi-deildinni sem ef þú skoðar söguna, það er ofboðslega erfitt fyrir lið að koma upp að festa sig í sessi. Og þessi 2 ár eru rosalega mikilvæg í því og við náðum að halda sjó og kannski gott betur miðað við það sem að menn kannski voru að spá þegar voru að horfa í liði hjá okkur. En ég held að það hefði svona verið fyrst og fremst svona það sem að við vorum sterkir í. Og þessum tíma þú vinnur líka mikið með hausinn á leikmönnum og það hlýtur að skipta gríðarlega miklu máli í þessu öllu saman. Já, í rauninni trúi ég rosalega mikið á hausavinnu og svona maður og mannvinnu. Ég bara trúi því að þú ert með einstaklinga sem allir eru ólíkir, koma úr ólíkum áttum og þú getur unni með þá þannig að þeim líði vel með sitt hlutverk og líði vel í þessum hópi. Þá getur gert ansi mikið með það. Þú getur kreist kannski allt það sem hann hefur með því að vera í hausavinninni. Ég hef nú stundum sagt að í þjálfun skiptist kannski, þú getur skiptið í 4 hluti. Það er tækniþjálfun, sendingar, móttökur sem að við þjálfarar eyðum óbúslega miklu tíma í. Það er strategían eða þess taktíkin og við eyðum ómæltu tími það líka og fitnessið, það er svona líkamlega vinnan og svo kemur hausavinnan. Og við, bara hérna á Íslandi held ég, erum ekkert að eyða óbúslega miklu tíma í þann faktor. Og þú getur líka, ég stundum tala um þetta sé eins og borð, þetta eru 4 fætur og allir jafn mikilvægir og ef einn fóturinn er brotinn þá er borðið balt. Þannig að ég hef allavega alltaf lagt ofboðslega mikla vinnu og þetta hefur það bara þróað síðan hvernig maður gerir það. Það hefur ekki allt kannski verið alveg perfekt hjá manni en svona þróað þetta áfram
og með þetta svona í föstu skorðum. Í fyrra til að mynda tók ég inn sálfræðing, íþróttasálfræði ráðgjafa kallar hann sig, og hann kom bara inn í teymið hjá mér, var bara kringu liðið svona eiginlega bara allt árið og hjálpa okkur með þætti sem að skipta svo miklu máli í þessu, og maður bara fókusar ekki almennilega á þegar maður er að þjálfa, eins og ég segi, tækni og taktík og allt þetta, maður gleymir þessu oft. Þannig að það var rosalega sterkt líka að fá þann pól inn í, eða svona þann þátt inn í teymið. Það sem gerist líka þegar þú ert aðstoðarþjálfari hjá Grindavík, þá þér treyst af þínum aðalþjálfara fyrir ýmsum verkefnum, og það eitthvað sem þú tekur svo með þér inn í þitt starf þegar þú tekur við sem aðalþjálfari. Alveg hiklaust. Ég fékk ótrúlega stór hlutverk, ef þú horfir í það, ég var aðstoðarþjálfari hjá Tommy, og það kenndi mér líka rosalega mikið á þjálfara teymisvinnu, og ég hef gert rosalega mikið úr því síðan. Alltaf, ég spái rosalega mikið í hvað ég hef í kringum mig og hvað þeir eru sterkir í, og hvort að þeir geti þá kannski jafnvel matchað upp mína veikleika. Þannig hef ég svona hámarkað kannski getu teymisins, ég get sagt sem svo, eða hámarkað það sem teymið hefur, og sett teymið í hlutverk sem að mér finnst bara, það bara segir sig sjálft í rauninni. Bara ef þú horfir út í heim þá ertu með 10 manna teymi bara í kringum eitt lið. Hérna á Íslandi þetta breytast. Við erum sem betur fer að færa okkur í þessa átt, og þarna lærði ég mikilvægi þess sem aðstoðarþjálfari að vera í hlutverki og skipta máli, ekki bara vera að sækja keilur og stilla boltum eins og tíðkaðist kannski meira hér áður fyrr. Og þessi kúltúr allur líka í kringum liðið, það eitthvað sem þarf að vinna með og búa til. Já, alveg hiklaust, og það kannski í þessari svona stefnumótun sem liðið bara, eða félagið sem slíkt bara setur sér. Og ég tala það, mér finnst svo gott þegar að liðið hefur bara, eða félagið sem maður kemur inn í, hefur bara einhverja stefnu, ég kem bara inn og vinn með það og sé til þess að mínir leikmenn vinni eftir því. Þannig að og þessi kúltúr sem þú smíðar getur svo líka verið, hann getur verið svo jákvæður út á við ef hann gerður réttur, og mér finnst þetta skipta svo miklu máli í þessari uppbyggingu félagsins. Það er svona rosalega mikilvægt að félög fari í þessa stefnumótun reglulega, vinni eftir þeim stað sem þú ert á hverju sinni og hvert þú vilt fara á hvaða tíma, og þá þarf að taka alla þætti, utanum alla þætti í þeirri vinnu. Nú setjum við aftur stopp, það komið tími á auglýsingar, við KA eftir, þannig að fyrir ykkur áhorfendur það til mikils að bíða. Sönvill Jakkaföt, herradeild J.M.J. Akureyri. Þátturinn í boði J.M.J. Allt sem þú þarft fyrir ásatíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Já, við höldum áfram síðastu hlutin á þessum þætti. Óli, þegar að þú ert að þjálfa þarna í Grindavík, þá fjölskyldan áfram á Hornafirði. Hvernig gekk það upp? Það alveg mikil vinna, ef ég á að vera alveg heiðarlegur, en við náðum að búa til ákveðna rútínu í því. Málið eins og ég sagði áðan að kona mín frá Hornafirði, við erum búin að koma okkur upp bara á góðu heimili þar, og krakkarnir okkar á góðum stað bara í því sem þau að gera. Og þjálfarabransinn nú þannig, hann ótryggur, og til að byrja með vildu við bara fara að sjá hvort ég hefði eitthvað í þetta að gera á þessu leveli, og þá myndum við bara halda út heimilinu áfram á Hornafirði, og ég yrði einhvers konar sjóari bara í útiveru og kemur svo reglulega heim, og við náðum að búa okkur til svona, góða formúlu eða góða rútínu, og höfum haldið í það, og við í rauninni horfum bara í það að við viljum gera það besta úr stöðunni með hag fjölskyldunar að leiðarljósi, og þetta það sem við teljum að sé best fyrir okkur, að krakkarnir aðalega hafi svona ákveðna festu í uppeldi og í skóla, og þeir eru sterk í sínum vinahópum, og við viljum ekki slíta það fyrir en kannski við erum komin með, maður alveg hægt að segja að maður svona sem komin aðeins áfram í þessu og búin að festa sig aðeins í sessi sem þjálfari, og í rauninni tökum við bara 1 ár fyrir í einu með þessum hætti, en auðvitað væri þetta kannski erfiðara ef ég væri ekki svona, eins og ég sagði áðan, í svona sterkri teymisvinnu, þar sem að menn í hlutverkum og það auðveldara að fara frá og teymið tekur við erum mjög rútínaðir þannig, og í rauninni að félagið sem ég vinn hjá,
samþykki það því að þetta gerir það að verkum að ég missi einu og eina æfingu. Og ef að þetta allt saman samþykkt og tala um leikmennirnir sjálfir, þá á ekkert að vera til fyrirstöðu að þetta geti gengið upp. En auðvitað reynir þetta á, maður að missa af þáttum í börnunum og fjölskyldunni sem maður hefði ekki viljað missa af. En þetta svona horfum við í þetta og tökum stöðunni eins og hún er og reynum að gera það besta úr því. Sem þjálfari á hæsta leveli hérna á Íslandi, klúbbarnir eru ekki dreifðir neitt allt og mikið landið, þannig að það var ekkert í boði að flytja mikið nær og þú kemur nú til Káa og þú fer ekki nær. Nei, þetta rauninni sami kílómetrafjöldi og Höfn Grindavík, Höfn Akureyri, en það var svo sem aðeins erfiðara hérna yfir háveturinn, en eins og ég segja, menn finna bara leiðir og láta þetta ganga upp, þá gengur það upp. Þetta gæti alveg verið vesen að menn myndi vilja horfa í þann þáttinn. Það var nú einn góður þjálfari í efstu deild, Ólafur Jóhannesson, þjálfari Val, sem sagði við mig að það væri lífsnauðsynlegt fyrir hópinn að aðalþjálfari færi út af og til og hann talar nú að hann fari í veiðiferðir, þannig að Bjössi sem er aðstoðarþjálfari og honum fær að stjórna einhverjum æfingum og hann segir að þetta sé besta sem hópurinn fær. Þannig að eftir að hann sagði þetta við mig þá hjálpaði mér mikið í því að það er í lagi að missa út einu og eina æfingu ef að eins og ég segi þjálfara teymið og allt það sterkt í kringum henn. Og það ákveðin kostur í þessu líka að þegar þú ert hér, þá ertu bara hér með liðið og það ekkert að trufla. Ég 24 klukkutíma í vinnunni þegar ég á svæðinu. Það bara þannig. Ég vakin og sofi yfir þessu og þegar ég leggst upp í rúm þá ég með bækur eða iPadin eða eitthvað og að stúdera eitthvað. Ég alltaf í vinnunni þegar ég hérna. Og þannig það kostur. Ég myndi segja að þú fáir jafnvel meira út mér sem þjálfara með þessum hætti heldur en fjölskyldan væri hérna. En auðvitað kostir og gallar við þetta allt saman og við fjölskyldan höfum kosið að sjá kostina við þetta. Hvernig meturðu hópið núna? Nú ertu komið norður, aðeins búin að fá að dreifa hópnum þó að allir leikmenn séu kannski ekki alveg á staðnum. Hvernig fyrsta upplifun? Fyrsta bara upplifun bara kringum félagið mjög sterk, hún mjög góð og ég upplifi rosalega sterkan svona félagsanda. Það mikill sláttur inn í félaginu, mikill lífi upp í félagsheimili. Og hópurinn var þá þetta mjög spennandi hópur af því leytinu til að það eru margir ungi leikmenn sem eru þarna og ég svona að skoða, að máta kannski þá við það sem ég vinn eftir. Og það mjög skemmtileg og spennandi vinna og þannig að mörgu leyti og svo náttúrulega félagið, við missum í rauninni 5 eða 6 leikmenn frá því fyrra, allt saman líkir leikmenn. Þannig að nú líka bara vinna í gangi að reyna svona að taka inn leikmenn sem passa inn á þá filosófíu sem ég vinn eftir og kannski þann kúltúr og þá stefnu sem félagið vill fara í. Og það líka spennandi að vinna, þannig að það mikið í gangi núna bæði það að byrja vinnuna hérna með strákunum sem eru á svæðinu og að reyna að búa til lið sem félagið vill að taka næstu skref í Pepsi-deildinni. Og Grindavík og Káa, liðið eins og segir, þau fara upp á sama tíma, lið sem var að ganga á svona jafnvel bara í deildinni, ég vil sagt það. Heldur þú getið tekið Káa upp á næsta level? Það nú gaman að segja frá því að á þessum tíma sem ég verið þjálfari í Grindavík þá hefur Káa einhvern veginn vaxið í það að verða svona rævalliðið. Við höfum mæst mjög oft og oft mikil keppni og maður horfði kannski að Káa fyrst í töflinu hvernig gekk þeim, hvernig voru úrslitin á þeim og erum við fyrir ofan þá. Það var einhvern veginn þróast í það sem bara mjög skemmtilegt það hefur líka bara árangurinn hefur verið mjög svipaður eins og segir. Ég held að Káa hafi verið í 7. sæti bæði árin. Fyrra árið hjá okkur voru við í 5. sæti en svo endum við í 10. þetta árið. Við vorum eina skipti sem við vorum í 10. sæti eða held ég bara 7. sæti eða neðar var í síðustu umferðinni. Þannig að þetta mjög álíka svona svipaður staður sem liðin á. Hvað framhaldið varðar þá þarf í rauninni að taka utan þetta sem Káa hefur gert núna síðustu árin og reyna að finna leiðir til að taka næstu skref. Það alltaf mikilvægt að reyna að taka skref í rétta átt og komast nær því sem við köllum toppliðin í dag og finna þá hvaða leið vill Káa, hvaða leið vill félagið fara. Ég horfi þannig að bara sem nýr hérna á staðnum að ég vil svona taka þennan slátt sem inn í félagsheimilinu og í félaginu, í öllum íþróttagreinum, inn í mitt lið. Ég vil gera svolítið mikið úr Káa-merkinu. Ég vil að hópurinn minn læri það að allt sem við gerum
með hag félagsins í huga. Allt ego, einstaklis ego, það verður að víkja að því að félagi gengur fyrir. Ég vil búa til svona félagskúltúr og með því að gera það þá þurfum við líka að taka inn fleiri KA-stráka upp og jafnvel sækja KA-stráka á annar staðar. Það er svona það sem við erum að horfa í núna, að gera svona KA-liðið stærra, fá meiri slátt í það út af velli. Þannig í rauninni er ég að vinna kannski að kynnast gildum félagsins og hvernig færi ég þau inn á völlin. Og það er það sem er í gangi núna og ég vona að við finnum réttu leiðirnar og þú veist, þegar maður fer í þessa vinnu, þá er ofta ekkert endilega sama sem merki að þú færi beinustu leið til toppbaráttu. Það gæti tekið meiri tíma. Lítið mál fyrir mig að koma hérna og segja að ég ætli toppbaráttu og þá kaupi ég bara leikmenn út allt, fylli það af einhverju stjörnum og reyni það. Það tekur skemmri tíma en mér finnst hitt svona vænlegra til árangurs til lengri tíma. Annað sem við verðum að horfa í líka er að við verðum að skila okkar iðkendum þannig að okkar iðkendur sjáu það að þessi möguleiki að fara hreinlega bara héðan og í atvinnumennsku eða meira upp í landsliðin og þannig að þessa leiðir svona horfi ég rosalega í þegar ég er að byrja að móta mitt lið og nýtt KA-lið og með fullri virðingu og það sem að Tufo félagar hafa gert er að staðsetja liðið og nú þurfum við að finna leiði til að vinna út frá því. Koma því upp á næsta plan. Koma upp á næsta level, já. Það er nokkra ára plan kannski svona eins og Já, og það kemur aftur stefnumóti félagsins inn því að ég kem bara þjálfari og vinn út frá stefnu félagsins. Mér finnst það svo aðlaðandi og ég skynja það alveg að það er mikill metnaður hérna og menn vilja, það eru margir sem að vilja gera vel. Við verðum að taka utan það en umfram allt að KA, þetta hérna, sé í forgrunni og sé það sem að við erum allir að reyna að gera vel fyrir. Ég held að geta ekki verið betri lokaorð á þessum þætti. Takk kærlega fyrir spjallið og komuna, Óli Stefán. Takk kærlega. Og ég þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Sönn Jakkaföt, herradeild J.M.J. Akureyri. Þátturinn er í boði J.M.J.